Í stað þess að spyrja hvort þú þurfum í nýjan sósíalistaflokk, ættum við kannski frekar að spyrja hvers konar flokk eða hreyfingu við þurfum. Vegna þess að þegar við horfum aftur, þá sjáum við að þær hreyfingar sem að drifu áfram mannúðarbaráttu á 19. öld urðu jafnframt hindrunin til þess að sigurinn yrði algjör. Þrælar fengu frelsi en töpuðu friðnum, konur fengu kosningarétt en kannski ekkert mikið meira og þannig strandaði kannski mannúðarbarátta 19. aldar á því að við höfðum ekki vagnin eða tæki til að ná sigrinum lengra. Sama má kannski segja með 20. öldina, því að þó svo að kannski sósíaldemókratískir flokkar í Skandinavíu hafi náð stórkostlegum árangri með því að hrinda í framkvæmd nokkrum af megin kröfum verkalýðshreyfingarinnar frá fyrri hluta aldarinnar, styttingu vinnudagsins, húsnæði öruggt handa öllum, heilbrigðisþjónusta handa öllum, menntakerfi handa öllum, að þá þegar framliðu stundir þá urðu þessi flokkar, þetta samkomulag verkalýðshreyfingar, atvinnurekenda, stjórnmálaflokka og ríkisvaldsins að einhver leyti hindrun okkur tækist að fara lengra. Þess vegna kannski dugar okkur ekki í dag að hafa flokk eins og 20. öld eða hreyfingu eins og 19. öld, heldur þurfum við að búa til eitthvað nýtt. Okkar verkefni ekki bara að endurskapa sósíalismaninn í okkar tíma, heldur þurfum við líka að smíða vagnin sem hann á að keyra á.